Já, eins og sko, PSA algjörlega sértækt fyrir krabbamein í blöðruhálskirtli. Tengist einungis sjúkdómum og vandamálum í blöðruhálskirtli. Og svo til dæmis þvagblaran liggi alveg við hliðina, maður myndi ætla að þetta myndi nú hanga saman, það ekki þannig. Þannig að maður getur verið með sjúkdóm í þvagblöðru, til dæmis krabbamein. Það hefur engin áhrif á PSA-gildið, þannig að sama með endaþarminn sem liggur þarna við hliðina. Vandamál í endaþarmi hafa engin áhrif á PSA-gildið. PSA algjörlega sértækt fyrir blöðruhálskirtilinn og vandamál þar. Já og nei. Jáeindaskanni bara háþróuð myndataka af líkamanni, það sem blandað saman nýjustu tækni, tölvusneiðmyndatækni og geislavirkum ísótópum, þar sem að æxlin taka upp geislavirk efni og lýsa á tölvusneiðmynd. Það geta verið mjög gagnleg í ýmsum sjúkdómum, ekki kannski endilega við byrjandi krabbameinum staðbundnum, eins og til dæmis blöðruhálskirtilskrabbameini. Hins vegar hjá sjúklingum sem eru með lengra gengi sjúkdóm, þú ert að velta fyrir hvort að sjúkdómurinn sé annars staðar í líkamanum, þá eru tæki eins og jáeindaskanni geta verið mjög gagnleg og reyndar á við önnur krabbamein líka. En akkurat við það að greina hvort að einhver hérna inn í salnum sem byrjandi blöðruhálskirtilskrabbamein, nei, þá tækið ekki gagnlegt í því tilviki. Einfaldlega vegna þess að krabbameinið ennþá það lítið, það myndi ekki sjást á slíkum skanna. Jú, ristilkrabbamein, það nú, ef ég tekið rétt eftir, raun og veru hafinn skimun fyrir ristilkrabbameina á Íslandi. Ég hef ekki kynnt mér alveg þaula hvernig það gengur fyrir sig, hvort að menn fái bréf sent heim að þeim boðið að koma í skimun. En hingað til hefur það gengið fyrir sig þannig að þeir sem hafa óskað eftir því og eru 50 ára eða eldri hafa farið til meltingarlæknis og farið í skoðun. Þannig hefur það gengið fyrir sig og þannig mun þessi skimun einnig ganga fyrir sig. Rósum eða svo? Það ekki fyrir því? Já, það ekki fyrir því? Heyrðu, ég að hugsa hvort við förum ekki að halda bara tímamörkin og slúta þessu og þakka þessu góða fólki fyrir erindi.